Velkomin í Lyklavöldin, Páll Jakob Líndal, umhverfissálfræðingur. Takk fyrir. Nú ætlum við aðeins að fjalla annars konar lyklavöld. Lyklavöld að ákveðnum svæðum í borginni. Við ætlum að fjalla þróun skipulags, nokkura þekktra svæða. Við ætlum að ræða bæði Hafnatorgið, Ingólfstorg og síðan Vesturbugt og síðan við að ræða önnur svæði, bæði í svona sögulegu samhengi. Og líka hvernig við bara hafa þróast og hvernig hefur tekist til, þú ætla með þess að gefa einkunnir. En samstarfsaðalokkar eru sem fyrr A4, San Pellegrino, Jysk og TM. En sko, við ætlum að byrja á Ingólfstorgi. Já. Ingólfstorg er búið að hreyfast mikið í gennum tíðina. Ég man eftir að ég var á Hallarísplan á einhverju tíma á miklu djammi og síðan hefði það farið einhvern veginn í svona alls konar hugmyndasamkeppnir. En saga þess? Já, þetta er nefnilega merkilegur. Sko, þetta er náttúrulega svona upphafspunktur Reykjavíkur. Þarna er bærinn Vík og svo er Víkur kirkja. Og svo náttúrulega má ekki gleyma því að Aðalstræti, sem náttúrulega rammar Ingólfstorg inn að vestanverðu, er elsta gata í Reykjavík og er svona byrjað að mótast svona miðja 18. öldina þegar að stofnun innréttingana fór fram, þannig að það fór að byggjast götumynd frá rauninni Vík sem að var þá það sem svona suður hluti Aðalstrætis er svona kannski ekki mjög langt frá bara það sem að hjálpræðis herkastalinn er núna og svo byggðist þetta í 8 sjónum í 8 hlöllabátum. Já, einmitt. Setjum við til nútíma samhengi. Og þetta var bara náttúrulega mikilvæg þróun sem þarna var að eiga sér stað. En var strandlengjan nánast upp á þessu svæði? Já, þarna er bara strandlengjan mjög nálagt norðurandar, sko Bryggjuhúsið sem er Vestugata 2, oft kennd við Kaffi Reykjavík. Það var, sko bara hinum megin við það hús. Þar var í rauninni bara fjaran, sko, sjórinn minna. Það var lá bryggja frá húsinu út í sjó og þarna var fólk að koma að og svona setna meir og gegnum húsið og þannig að það var þannig að sjórinn var bara alveg þarna. Þannig að við getum séð fyrir okkur að sem sagt frá í rauninni Hafnastræti og Aðalstræti og síðan kemur Austurstrætið að þarna er svona bara fyrst þar sem fólk er bara hreinlega að byggja upp þetta samfélag. Já, þetta gerist þannig, það er Aðalstrætið og svo er það Hafnastrætið, sem byggist upp og svo Austurstrætið svolítið svona setna þetta. Ég meina, og svo náttúrulega þetta byggja svona víð og dreif. En þetta eru svona götumyndirnar sem eiga sér stað. Og Austurstrætið, já, það fer að liggur þá til austurs og fer þá í áttina að Læknum. Og verður á miðja 19. öld, þá verður þetta bara svona þetta er aðal verslunargatan og aðal fjörið þarna, sko, ásamt auðvitað Aðalstræti. Og það byggist þess að beggja vegna. Við erum með byggð beggja vegna Aðalstrætis og við erum síðan með byggð rauninni beggja vegna Austurstrætis líka. Þannig bara alveg fram eftir 20. öldinni þá er rauninni bara svona gatnamót þar sem Aðalstræti og Austurstræti mætast og það er bara byggð sitt megin við, það er bara að standa bara hús og þetta er bara heillega götumyndir. Þetta fyrir síðan sko breytist, það er sko þetta ásýndin þarna breytist mjög til dæmis þegar að Hótel Ísland sem það var svona voldugt hótel sunnan við Austurstræti og það brennur. Er það ekki bara á horninu? Jú, það er í rauninni byggt í hring, þannig að það er sko Aðalstrætið og það er Austurstrætið og svo er það Veltusundið og Vallarstrætið síðan á bakvið. En þetta afmarkast af þessum 4 götum og fyllir alveg út í reitin, sko. Þannig að það er ekkert sem heitir torg þarna á þessum tíma. Og svo hinum megin þá voru verslunarhús
þetta voru með fyrstu verslunarlóðum sem var útlutað í Reykjavík, það var á reitnum semst þar sem að Hlöllabátur og það stendur þeim megin og en það sem er svona vendipunktur í þessu er það að Hótel Ísland, þessi stóra volduga bygging sem hafði þá staðið, hún var sú bygging sem þá stóð þarna 1944, hún var búin að standa í 40 ára eða eitthvað slíkt sko, byggði þá á eldri grunni, en hún brennur sem sagt, þannig í febrúar og brennur bara til grunna og þar með þá náttúrulega bara opnaðist eitthvað rými, eitthvað svæði sem að var bara, ég meina bara ok, hvað gerum við núna sko? Og hvaða ár er þetta? Þetta er 1944 og það brennur 1944 og við erum að vandraðast með þetta svæði eiginlega öll ár eftir það. Algjörlega, af því að svo gerist hann líka, það sem gerist síðan hinum megin, að það er semst, byrja þetta sem vestunarlóðir, svo á fyrirhluta, svona kringum 1920, þá fær bifreiðastöð Steindórs þarna útlutað, semst leigubílastöð, sem að þá býsna svona, hún var öflug, Steindór var öflugur, og eiginlega bara akkurat þar sem að Hlölli stendur núna. Já, í rauninni það var bílaplanið og svo stóðu þarna líka sko hús sem sagt þarna á þessari lóð en sko þannig að þetta er útlutað fyrir bíla, svo standa hús við Austurstræti en þau eru síðan rifin, Austurstræti 1 er rifið á 1960 og þá aftur sko, þá fer þetta að opnast norður úr. Já, í rauninni beggja megin. Já, þannig að þá erum við að koma með, sko, þá er til að koma með bara bílaplan, beggja vegna Austurstrætis og þessi götumynd sem hafði verið, hún er einhvern veginn bara, þetta er alveg búið að tapast og það með tímanum þá bara verða þetta að bílastæðum. Sérst annars verður náttúrulega bifreiðastöð Steindórs sem er náttúrulega bara með sína bíla, hlutaði var líka bílastæði og svo er það bara þar sem að Hótel Ísland stóð, þar var líka bara stórt bílastæði sem varð síðan að því sem kallað var Hallærisplan og svona er þetta bara ég meina bara í talsvert langan tíma. En var aldrei rætt á þessum tíma að það þyrfti að byggja þarna og sérstaklega það sem að Hallærisplanið var? Sko, það eru alls konar vangaveltur hvað á að gera við þetta. Menn alltaf horfa á þetta og velta fyrir sér, sko, er þetta gott? En svo er náttúrulega líka bílastæðaþörf, það þarf að bíllinn er að breiða úr sér á þessum tíma. Við erum komið kannski inn í 8. áratuginn og eitthvað slíkt og en það eru samt hugmyndir, að við verðum að gera eitthvað með þetta. Hvað með endurbyggja Hótel Ísland? Sko, þær hugmyndir, þær fóru að koma síðan seinna í rauninni. Að því það kemur deiliskipulagið fyrir Kvosina sem var gert 1986 tengslu við 200 afmæli Reykjavíkurborgar að þá fara menn svona að hugsa, kannski við getum þá gert þetta því torgi sem að aðalskipulagið frá 62 hafði svona verið að sko, að kannski þetta bara að koma bæjartorg og að þessi tveir bútar sikkvar megin aðalstrætis að þeir eru bara sameinaðir og búið til bara gott torg sem að væri bara með að því að húsaröðin í kring bæði við Veltusundið, ég meina við Hafnarstrætið og ég meina við Vallastrætið og hluta til þá við aðalstrætið þetta eru glæsileg hús og það stóðnur þetta til að rífa þetta allt saman niður og byggja eitthvað stórkostlegt sko en því var nú ekki fylgt eftir þannig að úr var svona að það var fallegur rammi sem var hægt að vinna með í rauninni og þá, getum við þá gert þetta torg að einhverju sem að er þá í þágu bæjarlífs og það komu upp alls konar hugmyndir það en allavega í þessu skipulagi þá eru svona lagðar línurnar og svo varð samkeppni
92 þar sem að tillagan að núverandi Ingólfstorgi svona lögð fram og það var svona henni var fylgt eftir og við fengum það sem við höfum. Fengum það sem við höfum. Já. En á sama tíma alls konar svona bútasumir þarna. Það verið að velta fyrir sér einmitt eigum að rífa einhverja bygginga, byggja eitthvað stórt þarna, þá kemur Morgunblaðshöllin og lokar svona þessari sýn frá Auststræti upp í Kvosina. Já. Var þetta einhvern veginn, var þetta aldrei heildstætt hugsað, þetta svæði? Jú, ég held að það svona verið alveg að svona, það hafi fæðst svona hugmyndir einmitt þegar bæjartorgi fer að svona hugmyndir eitthvað svona bæjartorg að þá hafi menn farið að hugsa þetta svolítið heilstætt, þetta væri kannski meika ekki alveg sens að hafa þetta svona í sikkorum partinum sko. Þannig að viljinn virtist vera að sameina þetta. Seinni tíma hugmyndir hafa svolítið síðan vilja taka þetta aftur þannig að við værum að í rauninni að svolítið afturkvært til fortíðar með það að mögulega fara að byggja á syðri partinum. Reisa þar einhvers konar, eitthvað svona kannski í anda þess sem Hóst Hótel Ísland var. Kannski ekki síst vegna þess að það náttúrulega skuggi af bara byggingunum hérna, gömlu landsíðum byggingunum þessum komið býsna mikla hæð. Þannig að svona að það hægt að nýta þetta rými með betri hætti heldur en gert núna og nota þá fyrir norðurpartin, norðurhlutan hérna sem Hlölli og það nota hann þá meira til útiveru og þess að fólk geti svona dvalið innan svæðisins. Þetta náttúrulega bara, það snýr náttúrulega gríðarlega vel við sólu, þetta í skjóli, þetta hefur mjög margt upp á bjóða og þessa fallegu húsaraðir þannig í kring, þannig að möguleikarnir á hérna þessu að gera þetta aðlaðandi náttúrulega eru gríðarlega miklir sko. En torg ekki það sama torg. Nei, alls ekki. Sjáum velhefnu torg og mjög illa hefnu torg. Hvað láti grundvallar þegar þú segir bæjartorg? Hvað sáu menn fyrir sér að hvað starfsemi átti að fara fram að það? Manni sýnst þetta vera svona bara vettvangur. Allar alvöru borgir að því við erum náttúrulega að tala þarna Reykjavík var að fara alvöru borg sko. Þannig eftir miðja öldina og svona seinni hlutan þá átti náttúrulega þá var svona verið að stíga úr því að vera bara eitthvað svona torghófa menning hérna og verða alvöru og þá náttúrulega vera bæjartorg við sem höfum náttúrulega lækjartorg en þetta var svona þetta annars eðlis sko. Það sem verður úr og hugmyndirnar sem verða síðan upp úr þessari hugmyndasamkeppni þarna upp að við 10. áratugarins það að búa til viðburðatorg sem þannig að þú hefur svið í norðurendanum og svo lætur torgið halla að sviðinu og það það sem ég að tala um það að það eru tröppur á norðurendanum og við hliðina á þessum tröppum beintur fram á Hlöllabáta svið og það bara alveg æðislega græjur sko og dót þarna grafið honni undir gangstéttahellunum og það átti að vera þetta átti að vera svona til að svona mæta stórum og öflugum samkomum svo voru settir þessir veggir í kring sem áttu svona að vera til að verja fólk þá að því það hallaði niður það var að grafa þetta niður þá að vera að setja veggina til að verja bæði frá umferðinni sem í kring til dæmis á Aðalstræti og líka til að verja gegn veðri og vindu og svo voru svona hugmyndir líka það að göngutengst að þú myndir mynda sterk göngutengst úr Aðalstræti yfir í gamlu Mogahöllina þar sem heitir Center Hotel að það verður tengst þar og svo verður sterk tengst frá Fógetagarðinum gamla Víkurgarði og yfir í Hafnarstræti og við sjáum það alveg hvernig tröppurnar þegar maður lappar Austurstrætið þá lappar maður niður tröppur niður á eitthvað plan sem inn á torgið og svo lappar maður aftur upp þegar maður fer upp á Aðalstrætið
þegar maður labbar úr Fógetagarðinum þá labbar maður náttúrulega niður þennan halla en svo smá svona rampur þarna sem bara fyrir framan ísbúðun og það Já, sem maður getur síðan labbað upp á móti sem stóð upp á Hafnarstrætið eða þá maður labbar upp tröppunar já, en það hins vegar ekkert gert endilega mikið ráð fyrir því að þú sé þetta labba sko horn í horn í þessu þannig að þegar þú fær frá Austurstræti og ætlar að fara á Vestugötu já, þá það ekkert augljós tenging nei, og það sem sagt samkvæmt könnunum sem hafa verið gerðar og ég hef líka svona svolítið verið að spyrja fólk bara svona til þess að tekka svona óformlega að þá það líka þannig að fólk tekur ekki línuna frá Vesturgötunni og yfir í sem sagt yfir Ingólfstorgið að tröppunum sem fara upp á Austurstrætið heldur það labbar sem sagt umhverfis torgið og ég það svolítið geggjað. bara þekki þetta ágætlega og var einmitt að velta þessu fyrir mér hvernig nálgast ég þetta torg þegar ég kem semst frá Vesturgötunni og ég alltaf að velta því fyrir mig á ég að fara hérna megin á ég að fara hérna megin og það ekkert sem býður mér upp á til þess að fara inn á torgið og fara síðan út úr því mér finnst alltaf eins og ég þurfi að smeyja mér einhvern veginn framhjá því já, og það akkurat sko það að þú þurfir sko að hugsa býtu, hérna þetta torg, hvernig ætla ég að nálgast það gefur ákveðið til kynna að torgið sér hún ekki alveg að virka sem einhvers konar náttúrulega ekki sem áningarstaður en heldur kannski ekki heldur bara sem gegnustreymissvæði sem eitthvað sem hluti af því að ferðast bæinn. En var alltaf gert ráð fyrir því að það væri umkringt götum sem sagt að það væri þessi umferð þannig að við þyrftum alltaf að fara yfir einhvers konar umferðargötu í Aðalstræti, Hafnarstræti, Austurstræti kannski ekki sunnan megin við Sko það gert ráð fyrir Aðalstrætinu Já. og það gert ráð fyrir sko Austurstræti og bílastæðum Vallarstrætið það ekki, það botlangi sko í Veltusundinu sko, fyrir bílastæðin og Hafnarstrætið það er gert ráð fyrir að torgi tengist húsunum sko, frekar heldur en að það sé gata sem klífur en það þetta sko, þessi partur af Ingólfstorginu langsamlega best heppnaði parturinn, en það safnast fólk þar saman, framan við fálkahúsið sunnan við fálkahúsið þannig bara mjög fallegt sko, einhvern veginn umhverfi að mörgu leyti og það í skjóli og það liggur vel við sólu Segjum að svona torg myndi liggja betur upp að húsum gefum okkur bara að til dæmis eins og Aðalstræti væri partur á torginu en ekki með umferð myndi það breytast, myndi einhvern veginn aðkoman verða önnur og myndi það taka betur utanum fólk, væri hægt að vera með starfsemi þá í þeim húsum til að tengja við torgið eða þetta miklu flóknara en þetta? Nei, það myndi hjálpa, sko, ég hef oft í gegnum tíðina verið að spá, sko, hvað gerir það verkum að Ingólfstorg virkar ekki og ég er búin að nefna þarna með gönguásana það líka sko það að þú grafir það niður þá ertu í rauninni sko þá sko þegar þú stendur í neðsta partinum þá ertu svo miklu neðar heldur en fólkið sem að ganga eftir Aðalstrætinu þannig að það verið að horfa niður til þín og svona mannlegt eðli almennt ekkert sérstaklega, við erum ekkert sérstaklega ginnkeypt fyrir því að þessi verið að horfa að einhver hafi útsýni yfir á okkur og geti fylgst með. Varna við bröð eða það bara dýrið í okkur? Já, þetta bara dýrið í okkur vegna þess að við, sko, það þetta að fylgjast með okkur án þess að við verðum endilega vörfið að það sé verið að fylgjast með okkur og það eru aðstæður sem að við kærum okkur ekkert sérstaklega, af því að þetta bara varna við bröð, við getum rakið þetta langt aftur í þróun mannsins, ég meina ef að það væri ekki manneskja í Aðalstræti heldur ljón
ef við stillum því upp þannig, þá myndum akkurat. við það segir Þá sér færum við ekki þarna niður. já, og við myndum alls ekki vilja vera það. Nei. Þannig að sko mér er alltaf fundist svolítið sérstakt að grafa þetta niður, þó ég skilji samhengið ef þú ert að búa til viðburðartorg, þá náttúrulega er eðlilegt að það halli. Já. En svo getur velt fyrir hvernig hefur Ingólfstorg verið notað, hvernig hefur þetta svið verið nýtt í gegnum tíðina. Ég held að ég hafi bara aldrei farið á viðburð, og eða þá að það sé kannski teljandi á fingrum annarra handar, að ég hafi farið á viðburð þar sem eitthvað að gerast á þessu sviði sem að var tilbúið. Þessu er yfirleitt stillt í hinum endanum, í suðurendanum, og þá er eiginlega torgið farið að verka öfugt, þá er eiginlega farið að halla frá sviðinu. Svo er þessu stillt fyrir framan Morgunbladshúsið, það er sett þarna, bara við aðalstrætið, þar er stillt upp sviði, og þá er ekki verið að nota eins og á að nota þetta, og þá veltur og aftur, þá er þetta merkisum að þetta er ekki að virka. Já. Og ég hef svona verið að velta fyrir mér, hvað er þetta að gera? Ég myndi vilja fylla í þessa hólu aftur, og ég myndi vilja setja bara torgið í plan. Já, og ég myndi bara vilja taka þessa veggi, þessa hlöðnu veggi, og bara burt með þetta, og búa til bara betra flæði, að þú þurfir einmitt, eins og þú varst að lýsa, að þú þurfir ekki að koma þarna og bara hugsa, býttu nú, hvernig ætla ég að takast á við þetta? Já. Heldur þú, það er rökrétt, ég bara gera þetta svona. Já. Ég ætla líka að gera svo djarfur að segja að hlöllabátar, sem að mér finnst svona, þetta er svolítið sérkennileg bygging og svona, þetta er svolítið mikið, með allir virðingu fyrir hlöllabátum, þeir eru að sér alveg, ég meina, þetta er orðið 40 ára fyrirtæki, og spratt upp þarna á þessum stað, en mér finnst þetta pínu freki til fjörsins þarna, og húsi, það sker þessa mikilvægu sjónlínu, vil ég meina, sem er milli Vesturgötu og Austurstrætis. Það sker þá, því það bara er akkurat planta þar, akkurat bara í þeirri línu. En að því að nú er oft bara ágætt stemning það sem að sæta svínið er og því hotni og Kaffi Reykjavík og inn í Hafnarstræti, þannig að það virðist vera vel heppnað, og kannski er það ekki bara vegna þess að það er búið veitingar og eitthvað slíkt, heldur bara það tekur eitthvað vel utanum þig. Þessi áhrif, segjum að þú tækir bara hlölla þá í burtu og það er ísbúðarna líka, ef þú tækir þetta í burtu og tengdir þetta saman, heldur að þá séum við búin að opna enn freka fyrir þessi áhrif. Er þetta bara sem sagt út frá sjónlínun okkar sem þetta virkar sem ekki, svona ósamtengt? Já, það hefur klárlega mikil áhrif, það og það við fyrir niður og svo upp. Já. Ég er algjörlega sammálaður að þetta torg þar sem að Vesturgata, Aðalstræti og Hafnarstræti mætast, sem að hefur stundum verið svona tengt við Grófartorg, ég hef í mörg ár, og ég get farið 20 ár tilbaka, löngu ári byrjað stúdíu umhverfissálfræði, að þetta finnst mér vera, minnst þetta fallegasta torg í Reykjavík, þetta er fallegasta svæði. Já. Og er bara alveg gríðarlega vel heppnuð, og mér finnst þetta með Símsenhúsið sem var sett þarna niður og er núna kaffihús og veitingahús og svona, mér finnst það hafa heppnast vel. Þar var bílastæði áður, og ég held ef við vinnum með þetta og reynum að færa þessa stemningu lengra inn á Ingólfstorg, opna þessa mikilvægu sjónlínu milli Austurstrætis og Vesturgötu, á sama tíma og maður heldur að sjálfsögðu öðrum sjónlínum líka opnum, þá er þessi búin að vinna alveg gríðarlega mikið. Mér finnst líka að við eigum að gera meira úr Aðalstræti. Þetta er elsta gatan, þetta hotn þarna. Þetta er svo mikilvægt hotn. Þarna kemur Aðalstræti niður, þetta er að tala norðurandan á Aðalstræti. Hafnarstræti tengist, það er gata númer 2 sem verður til Reykjavík. Vesturgatan tengist, þannig að þetta tengist bæði til austurs og vesturs, þetta hotn. Og mér finnst einhvern veginn svolítið gleymast mikilvægi Aðalstrætis, að þetta er einhvern veginn bara svona, þú ert með þessa stóru byggingu þarna að vestanverðu,
og svo ertu með þetta TM-hús sem við hliðina á og svo ertu með hótelbyggingu hinum megin við, þetta eru svona stórir kroppar, ekkert kannski endilega fallegir og svo er ekkert sem heldur á móti sko einhvern veginn, þannig að gatan einhvern veginn týnist í þessu. Já. Og mér finnst það svolítið sorglegt. En þú, sko, eins og þú lýsir þessu, við hvetjum alla til að koma að Ingólfstorgi úr ólíkum áttum og sjá bara hvaða fyrirstöðu þau finna hvert fyrir sig. Algjörlega. Og sko, einhvern veginn hefði maður haldið að bara það að segja að við kæmum úr Austurstrætinu og fengjum einhvern veginn að fanga allt saman, að þetta væri allt, kannski eitt torg, Aðalstræti, Austurstræti, Hafnarstræti og Veltusund, að þetta væri, þá er einhvern veginn hægt að fara til allara átta, þá er einhvern veginn klárt að þú getur farið þarna upp á Tungugötu eða Söðugötu og upp á Vestugötu eftir Hafnarstrætinu, Austurstræti. Þannig að við einhvern veginn höfum kannski skemmt einhverja möguleika á að sjá borgina með í réttu ljósi, svona. Já, sko, ég myndi ekki ganga endilega svo langt við höfum skemmt það, en við höfum vannýtt það. Við höfum ekki gætt á okkur, en ég held að þetta, við getum bara endurheimt þetta allt saman aftur. Ég held að það sé engin, þannig ég segi nú kannski ekki að Morgunblaðshúsið, ég menna þetta náttúrulega, en sko, það er rosalega þurftarfrekt þarna. En svo hugsa maður alltaf, sko, við verðum samt að virða tíðarandan líka, að þegar að Morgunblaðshúsið er byggt miðja öldina, þá er verið að færa borgina eins og við komum inn á áðan, það er verið að færa úr því að vera bara eitthvað fyrir einhverja barbara yfir í að verða borg. Og ég sé teikningar úr aðalskipulaginu til dæmis frá 62 sem er í svona annað skipulag sem er gert í Reykjavík, aðalskipulag. Og það er bara Morgunblaðshúsið, það er bara eitt af fjölmörgum Morgunblaðshúsum. Já. Þannig að þetta var bara fyrsta húsið sem átti í bara algjöri endurnýjun á þessari kvos og þessu miðbæi Reykjavík. En þannig vorum við ekki fann að velta fyrir okkur að gera upp gömul hús eða við sáum eiginlega fátast í þeim frekar en fegurð, sko. Algjörlega, og það, ég meina það kemur síðan ekki fyrir, ég meina Torfusamtökin eru stofnuð 1972, ég meina 20 ár sem líða þarna á milli og ég meina bara það að venda torfun á sínu tíma, ég meina það tók 7 ár að fá það undirritað, sko. Við vorum að rífa við Aðalstræti sem að það er reyndar, sko, finnst mér, ég fæ bara gæsaði hvert einsta skipti sem ég hugsa það þegar við rífum Fjallaköttinn sem að stóð þar sem að TM-húsið stendur núna sem sagt, þarna við hliðina á Mokkanum gamla Morgunblaðshúsinu að því að það er stórmerkilegt hús Fjallaköttur, ég menn þetta er eitthvað merkilegasta hús bara í Reykjavík og sko það að við í Reykjavík höfum átt elsta uppistandandi bíósal í heimi í upphafi 9. áratugs síðustu aldar og ekki séð einhvern veginn valjúið í því það bara sko ég á ekki til orð til að lýsa hvernig mér líður með það að því ég hugsa með sér elsti uppistandandi bíósalur í heimi það er ekki London, það er ekki París, það er ekki New York nei, það er Reykjavík já, í allri sinni sveitamennsku sko og það er kannski eins og þú segir tíðarandinn einhvern veginn bauð ekki upp á að staldra við þarna við þurftum að gera eitthvað annað já, það var, í því tilviki þá voru erfingjar Sill og Valda sem þó verið lengi með verslun í Reykjavík að þeir sáu bara ég meina þarna var átt að fara að byggja upp mikið og þeir bara vildu vera partur af því og að því að fá bara gott fyrir sitt en þetta leiddi sér ýmsar byltingar og mögulega áhrif að menn stöldruðu kannski við og bara þetta þegar að Torfusamtökin taka sér til og mála húsin, torfuna á einni nóttu, þá fór allt í nú fólk að átt sjá, þetta er bara skoti fallið hús. Já. Þannig að
allt þetta virkar, öll þessi mótstaða virkar með einhverjum hætti. Já, ég meina það gerir það og ég hugsa að menn hafi staldrað verulega við þegar fjallakötturinn var rifinn og svo reis það sem reis. Það er mögulega og hefur klárlega haft áhrif á það að ekki fleiri hús hafi verið, hafa fjölmörg hús verið rifin, svo sem, en það hafi ekki verið bara hafi verið straujað yfir allt. Nei. Ég veist að það hafi haft sitt að segja og svo bara þessi, ég meina þetta bara líka eins og svo margt annað, þetta bara ákveðin þróun, þetta ákveðin vitund og það náttúrulega, við getum, ef við horfum bara á tíma línuna í þessu, að þá hún náttúrulega, við erum að koma úr þessum hröllegu húsakynnum sem voru náttúrulega bara mjög erfið, segjum bara, ég meina maður getur bara hugsað sér ástandið til dæmis 1918. Og svo erum við 1950 komin í einhverja stórborgar pælingar og mokkahúsið að rísa og svo bara 20 árum seinna þá bara, nei, við þurfum að venda alla þessa kofa þannig að þetta bara gerast á ótrúlega stuttum tíma þannig að það má ekki gleyma því að það tíðarandi, það ákveðin hugsun sem í gangi og það ekki hægt að dæma fólk bara sem kjána að því það ákvað að því það voru aðrar hugmyndir uppi og mér hefur fyndist kannski það að við þurfum aðeins, að því að þetta með skipulagið 62 og óbúslega mikið gagnrýnt að því þetta var svona bílmiða skipulag og ég meina maður getur alveg fundið, já, þetta aldrei brjálaði skemmt og ég veit ekki, mér finnst það líka en að sama það líka 62 það ekki 2026 það var verið að fylgja einhverju þróun algjörlega, og einhverju kröfum en ef þú gætir núna farin í Ungastórk með eitthvað með þér og það má vera hvað sem er eitthvað sem þú getur bara lagað núna með einföldum hætti þú veist, þú mátt velja þig tré eða bekki eða hvað eina, eitthvað svona sem að kemur upp í hugan að við getum mýkta eða skapað það sem ég myndi vilja sjá gera og þetta er ef við förum í það sem kallast tactical urbanism sem svona, þegar þú gerir svona stúdíu, þú setur einhverjar innsetningar sem auðvelt að breyta setur þar inn og ef ég mætti gera svo, ég hefði nokkra bekki og svoleiðis og tré þá myndi ég fara í það að reyna að opna á þessar reyna að brjóta upp þetta göngumynstur og ég myndi reyna að tengja betur sætin það að fá sér sæti og dvelja myndi tengja það betur við gönguleiðar því eins og þetta núna þá eru bekkirnir undir þessum veggjum og aftur ef einhver að labba eftir aðalstrætinu sem dæmi þá horfir hann bara beint niður á hausinn á þér að því þú setur upp einhvern vegg og þessi bekki, það ekki nóg með það að þeir sitji lágt með aðalstrætið heldur líka þá þeir svo langt frá gönguleiðum það er engin ástæða fyrir það bara órökrétt að vera eitthvað að labba og fara þangað þannig að ég myndi reyna að færa þetta aðeins til reyna að búa til nýjar gönguleiðir með einhverjum innsetningum og gera þá þessa dvalarstaði sem væri þá kannski bekkir eða eitthvað slíkt gera þá svolítið aðeins að nota þá trén svona sem aðeins svona kennileiti í þeim efnum. Mér fannst svolítið skemmtilegt þegar að ég held að það hef verið 2012 eitthvað svona, þegar þeir tyrðu svona allar helminginn að því það var svona skemmtileg pæling einföld, þetta náttúrulega ósjálfbær og allt það en það sýndi möguleikann. Mér fannst líka skemmtilegt þegar að voru teipaðar teipaðar útlínurnar í Hótel Íslandi og Austurstrætið þegar gekk hann í gegn mér fannst það líka sniðugt af því það myndi okkur að já, þetta var einu sinni svona og það svona gaf kannski tilefni, þetta var svona sama tíma sem að var hugmyndasamkeppni það og það segir nú kannski sitt að það er að það er aftur sett á stað hugmyndasamkeppni 2012 Ingólfstorg og þá voru semst sigur tillögurnar, það miðuðu að því að byggja upp á syðri partinum og mér fannst svona og þá aftur reyna einhvern veginn að taka Hótel Ísland eitthvað hefja þetta vex og virðingar á nýjan leik. Persónulega fannst mér þetta alltaf mikið byggingamagn, þetta var alltaf stórtæk inngrip
það væri hægt bara að byggja lítil svona hús, bara þetta er rauninni bara hægt að taka skalan sem í Veltusundinu, veist, það sem að já, hvað heitir Og það? jafnvel á það sem á horninu og Austurstræti og Lækjargötu, húsið sem það sem Mensa var og Café Ópera og annað, sem að var bara, því að lyftum eina hæð og þá einhvern veginn small það inn í umhverfið. Já, taka þann skala. Já. Og þá væri hægt að byggja, þá væri hægt að nota suðurendan á Ingólfstorgi, þá væri hægt að búa til eitthvað, þess að búa til hring eins og var, eins og Hótel Ísland var, það var mögulega garð þar eða bara yfirbyggt, þannig að það sé hægt að bjóða upp á það að vera utandyr innan gæsaleppa, bæði sem sagt undir berum himni, en líka svona í einhverju bara svona porti sem yfirbyggt. Já. Ég er mjög svona, ég tala mikið fyrir því. Ég er mjög hiss á því að ungt fólk hafi ekki safnast þarna saman eins og það gerði áður þegar að Hallærisplani var þarna og fólk fór þennan rúnt Austurstrætið og svona þennan hring að meira segja sko það er ekki virðist ekki vera ástæða til að safnast þetta saman á nóttum eða hvað? Nei, þetta virðist bara ekki vera nein ástæða til að safnast þarna nema þú eigin mótorhjól. Nema þú eigin mótorhjól, eða bretti kannski. Og bretti. Já. Og bara ekki gera lítið úr því, veist, en þetta virðist vera bara áfangastaður þeirra sem að koma á mótorhjólum niður í bæ. Og þeir safnast saman þarna í suðurendanum, þarna hjá hvað er ekki Mandi eða eitthvað sem heitir Ef þú ættir að gefa þessu einhvern Núverandi Ingólfstorgi? Já. Ég er dálítið harður í þessu sko. Já. 3,5 af 10. 3,5 af 10? Já, þetta er fall sko. Þetta er fall? Já, þetta er örugt fall. En þetta kannski upp í 4,5 ef þú ferð þarna niður og setur nokkuð tré og jústir þetta eins. Já, maður getur nuttað upp í 4,5 en ég held sko að meðan þetta er grafið niður, meðan þessi veggir eru þarna, meðan hlöllabátar eru þarna í þeirri mynd sem ég vil að hlöllabátar séu á Ingólfstorgi sko. En meðan þetta er í þessari mynd þá verður þetta alltaf snúið að svona ef ég horf út frá mínum fræðum sko. Þannig að Páll Jakob Líndal, við ætlum að halda áfram í fleiri þáttum með önnur þekkt svæði í borginni. Takk. Takk fyrir.